alveg stórkostlegu, verður ofgjörvöld. Þú ert hinn mikli Guð. Gott að sjá okkur hér í dag. Gaman að sjá okkur enn og aftur hér á sunnudegi, þá erum við mætt. Alltaf á sama tíma, sama stað, til þess að koma og lyfta upp hans nafni. Og þeir sem heima sitjið, velkomin að skjánum og endilega takið þátt í þessari samkomu með okkur þó þeir sem heima. Og endilega kommentið á, þú veist, það sem eruð. Hvað að blessa ykkur og verið bara með. Verið með, þið kunnið á þetta, setja hjörtun og lækin og knús og kramkallana hana, þið þekkið þetta. En við ætlum að leggja þessa stund í Drottins hendur. Við ætlum að fá að heyra orð svo eftir. Við ætlum að fara hérna út í dag breyttar manneskjur. Ætla ég að gera það og Sibba heyri ég, ykkur fleiri? Amen. Ok, við erum nokkur inni. En hérna, Kolli ætlar að tala til okkar eftir. Það verður frábært að heyra. Og við ætlum að lofa Guð saman, eða ekki? Amen. Heilagur Drottinn, ég þakka þér fyrir trúfestinni, ég þakka þér fyrir að þú ert hinn sami í gær og í dag og alla eilífð. Ég þakka þér fyrir að þú ert sannur Guð, þú ert það sem við þurfum í dag, Drottinn. Ég bið að mæta okkur Drottins einum og sérgum hér inni til anda, sálar og líkama. Ég bið að við mættum fara hérna út með von í hjarta, Drottinn, með gleði í andanum, Drottinn. Ég bið þess að við mættum fara hérna út og það mætti skína af okkur kærleikur þinn, Drottinn. Hjálpa okkur að gefa af okkur, Drottinn minn. Hjálpa okkur að draga að okkur og gefa frá okkur. Hjálpa okkur að vera eins og þú, Drottinn. Ég bið Drottinn minn, vertu með okkur hér í dag og ég bið að vera með okkur í þessari lofgjörð. Mætt okkur þegar við lofum þig í dag, Drottinn, og þegar við heyrum orð þitt, þá bið ég að gefa okkur eitthvað nýtt. Í þínu heila og undursamlega nafni. Amen.
Elsku hann sem bjargar Jón alls mannkyns Jesus flutt hann getur fjöllin Hann frelsað getur hvern mann Frelsað getur hvern mann Og já við höfundur mín hjálpráðs Því hann sigraði gröf Jesus sigraði gröf Takk fyrir mér eins og ég Öll mín brot og syndir Og endurnýja mig Fel mitt líf og fylgi
krossin finn ég ná. Í blóði þín laus. Hver fagur faðmur þinn, opinn hann opinn hann ást mín og von, Guðs eini son, Jesús, Jesús, náðar hönd þín, endurlaus mín, Jesús, Jesús, djúpur sál lækna mig. Þú sigur vannst höfin tók, krafti þínum rís ég upp, við að finna, að tigna finna. Ást mín og von, Guðs eini son, Jesús, Jesús, náðar hönd þín, endurlaus mín, Jesús, ást mín og von, Guðs eini son, Jesús, náðar hönd þín, endurlaus mín, Takk, Jesús. Það er gott að vera samkomið og ég heyra amen. Dísi Guð. Ef ekki að rísa eins og fætur. Það er bara gott að standa eins. Ég var að hugsa í þessu lagi hvað mikið forréttindi að fá að tilheyra Jesú. Og ég hef kannski farið þægilega leið í gegnum lífið, upplifað alls konar reyndar. En ég er rosalega blessuð manneskja en mitt stærsta lán er að þekkja Jesú. Og mér finnst svo sorglegt að fólk áttar sig ekki á því. Það er ofta að hlaupa eftir einhverju, að reyna að finna haminginu í einhverjum hlutum. Það er gott að eiga hluti en það jafnast ekkert á við Jesú. Að eiga þennan ótrúlega innri frið og bara þessa fullvissu bæði í lífi og dauða að mann er borgið. Því að sá sem að býr í mér, hann er bara meir en allt það sem ég þarf að gangi í gegnum. Og vitið það, vinir, ég vildi svo sannarlega að fólk á Íslandi myndi vakna upp og passa sig og hætta þessu hlaupi eftir einhverju sem er ekki, er ekki neitt.
að við mættum leita drottins, að við mættum finna hann og við mættum, greina hismi frá kjarnanum. Ást mín og von, Guðs eini son, það er sá sem að ég trú á. Það er sá sem að ég trú á og ég trúi því að við erum öll þar, vinir. En í dag, og það er bara eðlilegt, þegar við göngum í gegnum lífsins ólgusjó, að þá fer athygli okkar frá því sem að Guð er að gera. Og við förum að horfa á kringumstæður okkar, við förum að horfa á fólkið í kringum okkur, við förum að horfa á hluti sem hafa sært okkur. En í dag, þá hvet ég þig að setja allt til hliðar og horfa bara beint á Jesú. Horfðu beint á Jesú. Gefðu Jesú þakkir í öllum hlutum, líka í þeim erfiðleikum sem þú kannt að vera að gangi í gegnum. Og vittu til hvernig kringumstæðurnar þínar breytast. Ekki út af því að þær endilega breytast, heldur þú breytist í kringumstæðunum. Við þurfum fólk sem er vakandi, sem er biðjandi, sem að gera það sem að rétt er. Og vinir, ég trúi því að Guð er að vekja upp kirkju sína. Hann er að vekja upp kirkju sína. Og við erum ekki fólk sem ætlum að vera bara trúið á sunnudögum, við ætlum að lofa Guð alla daga vikunar. Líf okkar mun verða lofgjörð til drottins. Fólk mun sjá á því hvernig við höfum okkur einmitt í erfiðum kringumstæðum, hver það er sem við þjónum. Því að meiri sá sem í mér er heldur en sá sem er í heiminum. Þannig í dag, þá langar mér bara til þess að biðja ykkur að rísa á fætur og bara biðja með mér. Við ætlum að setja allt til hliðar, og við ætlum að gefa honum lof og dýrð því hann einn á það skilið. Hann einn er stórkostlegur, hann einn kemur aldrei of seint. Þannig að lyftum upp höndum okkur og bara lofum hann í dag. Drottin, ég bara þakka þér, heilagi Faðir. Ég þakka þér fyrir það, Drottin minn, að þú ert að vekja fólk upp. Þú ert, Drottin minn, Jesús, að koma hlutunum til leiðar. Ég þakka þér fyrir að fá að tilheyra þér, heilagi Faðir. Ég þakka þér fyrir það, Drottin minn, að ég er ekki ein, Drottin minn, út af miðju ballarhafi. Þú ert með í för. Og Drottin, þú munt fullkomna það verk sem þú hefur sannarlega hafið. Og Drottin, ég bið að tala inn í líf hvers og eins okkar. Drottin, viltu gefa okkur kraft og styrk að setja augun á þig. Að setja augun á þig en ekki á kringumstæður okkar. Að lofa þig í öllum kringumstæðum, Drottin minn. Ó, Drottin minn, og ég bið fyrir kirkju þinn á Íslandi. Mætti hún rísa upp. Mætti hún rísa upp, halleluja. Mætti, Drottin minn, halleluja, hún rísa upp og byggja múrana. Hirabashikirabahaya. Og Drottin, ég bara lofa því í dag. Ég lofa því fyrir það verk sem að þú ert að gera. Halleluja. Og ég bara blessa einn og sér hvernig í dag, Drottin minn. Og ég bið að vogaskálar þínar. Harabashikirabahaya. Það sem að þú leiðréttir okkur það sem að þarf. Að þú lagar það sem að þarf. Að þú bindur það sem að þarf. Og Drottin minn, við biðjum bara Harabashikirabahaya, gegnumbrot í Jesú nafni. Halleluja. Og allur líðurinn sagði. Og allur líðurinn sagði. Halleluja. Drottin blessa okkur. Við ætlum að taka samskot, svo ég gleymi því nú ekki. Við ætlum að taka samskot og við ætlum að halda áfram með dásamlega lofgjörð í Jesú nafni.
gegnum allt hefur leitt mig þegar nóttin dimm, enginn hér. Þig vil ég lofa, þig vil ég lofa, þig vil ég lofa.
Prísi Guði, því vil ég lofa svo sannarlega. Halleluja. Við ætlum að hlusta orð Guðs. Ég ætla að biðja ykkur aftur að standa upp. Ég ætla að minna á það sem framundan í vikunni. Það bænastund á þriðjudaginn. Og svo engin samkoma næsta sunnudag. Í síðustu árin þá hefur það verið bara hefð hjá okkur, fella niður fyrstu helgina í júlí og fyrstu helgin í ágúst. Þetta stæðstu ferðamannahelgar, bara sumarsins, og við bara hvetjum ykkur til þess að annarkvort að vera bara heima, koma saman í litlum hópum, bjóða fólki í mat eða bara ferðast næstu helgi og svo sjáumst við bara vikun eftir það. En ég ótrúlega spennt fyrir orðið dagsins. Það eitthvað ótrúlega magnað að eiga sér stað í kirkjun okkar og ég bara ótrúlega spennt fyrir því sem að Guð ætlar að gera. Lykilatriði sem við þurfum að hafa í huga þegar við tökum við orðið Guðs, það það að opna hjarta okkar fyrir því. Og það skiptir svo miklu máli, orð Guðs kennir okkur að það þarf að falla í góða jörð, þannig ber það ávöxt. Og ef við neitum, eða erum í eitthvað gír eða eitthvað, koma opinn, segja við Drottinn, ég opna hjarta mitt fyrir því sem að þú vilt gera. Svo finnst mér rosalega mikilvægt og þetta er bara ég. En þegar ég heyri eitthvað sannleik, þá segi ég ítrekað amen. Það eitthvað við það að vera sammála því orði sem að gengur fram, sem að gera það verkum að það kviknar í hjarta okkar. Við erum að segja amen við sannleika Guðs og við erum í rauninni að spá, við erum að segja svo skal það vera. Þannig að þetta ótrúlega magna, prófið þetta, segja bara amen. Þið þurfið ekki að gera eitthvað rosalega hátt, en þegar þið heyrið sannleika og þið vitið að það sannleikur, segið þið amen. Ég bara skora á okkur. Amen. Guðmundur Harald strax byrjaður, amen. En við ætlum að lyfta upp höndum okkur og lofa hann. Drottinn, ég þakka þér fyrir orð þitt sem lifandi og kröftugt. Ég þakka þér fyrir orð þitt sem beittara hverju tvíeggjuðu sverði. Ég þakka þér fyrir það, Drottinn minn, að þú hefur orð inn í okkar kringumstæður í dag. Ég þakka þér fyrir það, heilagi Faðir, að þú veist hvað þú ert að gera. Þú veist hvað við þurfum, Drottinn minn. Og ég bið, Drottinn minn, að við mættum opna hjart okkar fyrir því sem að þú vilt gera í dag. Já, Drottinn, ég opna hjarta mitt. Ég opna hjarta mitt fyrir því sem að þú vilt segja við mig. Og ég segi já og amen. Halleluja. Ég bið fyrir Kolla þegar hann predikar orðið. Halleluja. Gefðu honum, Drottinn minn, smörningu frá hæstu hæðum, Drottinn minn. Og ég bið að það mætti vera orð í tíma talað fyrir okkur í dag. Og allur líðurinn sagði og hrópaði. Það var lagið. Það allt að gerast. Kolli minn, gjörðu svo vel, bróðir. Amen, halleluja, þetta öflugt. Halleluja. Dísi Guði. Þið ekki kát? Guð ekki góður? Halleluja. Þið með biblíuna? Þið með stílabók? Þið með penna? Þið að skrifa? Fá þetta lánað ef þið ekki með. En ef þið ekki með það, engin fyrirtæming, það bara næst. Og af hverju ég leggja áherslu á þetta? Af hverju, takk ég nú eftir, vegna þess að við erum með 5 skilningavit og þau stoppa ekkert í líkamanum, þau fara inn í sálina og inn í andan. Og þegar við horfum á orðið, þá notum við stærsta skilningavitið. Svo þurfum við að lesa það upp átt, þá heyrum við það líka. Svo þurfum við að biðja það út. Biðja orðið, þá heyri Guð, virkilega. Þegar við tölum út vilja Guðs. Og síðan syngjum það, vegna þess að söngstöðin, hún á öðrum stað, allan í mér, en talstöðin. Og þess vegna syngi ég ekki vel. Og síðan, halleluja, við sem sagt notum öll þessi skilningavit til þess að taka á móti þessu. Og síðast en ekki síst, þá skrifum við. Og þegar við skrifum, þá erum við að nota annað. Það var svona ákveðin snerting hérna. Og það fer öðruvísi inn í líkama, sál og anda. Amen. Náðu þessu? En ég glaður í dag, Guð gaf mér þetta orð og ég trúi því að þetta sé fyrir Smárakirkju. En ég líka svolítið svona
beigur í mér út af því að þetta er fyrsta skipti sem ég predika þetta. Og þetta er svona sannleikur sem að Guð gaf mér. Og ég hef hugsað, þetta kannski of mikið? Vegna þess að við tölum oft að heyra röddu Guðs. Og það er mikilvægt að heyra röddu Guðs og við fáum að heyra frá Guði á svo mismunandi hátt. Stundum talar hann til okkar svona blíða rödd inn í anda okkar. Stundum bara þegar við erum að lesa þá talar hann til okkar og það hoppar upp. Og stundum talar hann í gegnum aðra, oft í gegnum spámenn. Og svo framvegis, eða bara í gegnum náttúruna eða eitthvað. Hann er alltaf að tala til okkar, hann er alltaf að reyna að koma skilaboðum til okkar. Vegna þess að hann elskar eiga samfélag við okkur. Og oft talar hann í gegnum maka okkar. Og stundum er maður ekkert mjög hress þegar Guð talar í gegnum maka okkar. Það er stundum, að því maki okkar getur tekið svona svolítið öðruvísi á hlutunum. Og verið svolítið svona beittur. En ef maður virkilega beygir sig og segir, Guð er að tala í gegnum konuna mína eða manni minn. Og ég ætla að beygja mig. Amen. Það er viska. Ok, við vitum að við tölum oft þetta að heyra röddu Guðs, en þráum við að sjá hann. Og hugsið ykkur, að kannski er þetta svolítið stórt fyrir ykkur. Veitu, hvernig lítur Guð út? Guð er andi, og ég er ekki að tala eitthvað ákveðið form kannski, þó að sumir hafi séð drottinn í mynd eins og manns. Heldur að við virkilega fáum að sjá hann og við fáum að þekkja hann. Vitið það að þegar við erum að eiga samskipti við fólk, og til dæmis eins og í viðskiptum, og ég hef verið mikið í því, þá maður ofta að tala við fólk í gegnum e-maila eða í gegnum símtæki, skilur. Og maður hefur aldrei séð viðkomandi. Og svo loksins þegar maður hittir hann og getur talað með hann face to face, þá er eitthvað annað sem kemur í ljós. Og það er svo mikilvægt. Og ég veit suma sem er í viðskiptum, þeir gera ekki samningin nema þeir sjáu viðkomandi face to face. Það er bara alveg þannig, sko. Og sumir eru þannig að þeir fara ekki strax í máli en þeir vilja svona að kynnast persónunni. Og er að lesa persónuna. Er þetta persónun sem ekki treyst? Og svo framvegis. Ok. Stærsta skilningarviti okkar eru augun. Og þau eru langstæðst. Það er yfir 80% skilningarvitunum, það er bara sjónin okkar. Þannig að haldið fast í sjónina. Og eins og ég sagði, skilningarvitin eru farvegur inn í líkama, sál og anda. Þau stoppa ekki þar. Þannig að þau hafa eins og í sjónin í anda okkar, í hjartanu, það er trúin. Ok, ernir, þeir sjá lengst af öllum. Þeir eru með bestu sjónina. Þannig að þeir sjá svona bráðina í 3 kilometra fjarlægð og geta alveg, þeir eru fljúga hátt og þetta segja margt ernina. Ég er bara svona aðeins að dreipa á þessu og þeir eru oft mynd upp á spámannin, þetta spámanlega, sjá lengra, sjá. Og hundar eru með 10.000 sinnum betra þefskyn en við. Og við reynum að vera allir þessi dýr, þau eru miklu betur en við. Hvað eru við að setja okkur á háan hest? Nei, ég alvöru, maður. Heyrnin, uglur, heyra best. Og fílar eru raun og verið með besta þefskynið og muna mjög lengi. En ok, það eru aukaatriði. En af hverju skiptir þetta svona miklu máli þá fyrir okkur að fá að sjá Guð? Og þetta er spurning sem það er tvennt sem ég ætla að svara hérna í dag. Það er þetta. Af hverju skiptir þetta svona miklu máli fyrir okkur að fá að sjá Guð? Og hitt er atriðið, það er hvernig við erum frá A til B. Kona mín segir þetta alltaf. Hún sagði, amen. Hvernig fá að sjá Guð? Bara þetta tvennt. Ef þið náið bara einu atriði í hverju af þessu, þá er það fínt. Skiljiði. Og
hérna, ef við förum í fyrsta versi, hérna í fyrsta Efesusbréfið fyrsta kafla, flettið upp þar, 17. vers, ef við förum í það, þá ætla ég að tala um þessa postulabæn sem að Páll bað út yfir Efesusmönnum. Er þið búin að fletta upp? Efesusbréfið fyrsti kafli, 17. vers. Magnað hvað hann segir hana. Og hann er með ákveðna bæn. Og hann segir, ég bið Guð, drottins og Jesú Krist, föður dýrðarinnar, að gefa yður anda speki opinberunar. Af hverju? Svo að þið getið þekkt hann. Og við kannski hefum heyrt hann og svona og fáum orð frá honum, en þekkjum hann. Og þetta skiptir svo miklu máli. Og svo heldur hann áfram og ég bið hann að upplýsa sjón hjartans. Þetta inn í andunum. Að við fáum að sjá með trúnni auga andans sem í hjart okkar. Svo að þér sjáu hversu von sem hann hefur kallað okkur til. Hver ríkulega og dýrlega arfleið hann ætlar okkur meðal hina heilugu og hver kröftulega hann verkar í okkur sem trúum. En þetta sami áhrifamikli kröftugi mátturinn sem hann lét koma fram í Kristi hann vakti hann frá dauðum og lét hann setjast til hægri handar á himnum. Og ég meina, hvað að gerast eiginlega? Þetta svo öflugt. Og ef við skoðum þetta betur, af hverju þetta skiptir svona miklu máli ef við fáum að sjá hann, að þá skiljum við Guðsríki betur. Og við sjáum þennan upprisu-kraft sem að verkar í okkur. Halleluja. Og hver þessi arfleið sem við eigum. Hvað við eigum framundan. Hver þessi von Við erum svo föst í tímanu hér. Við erum svo föst í þessum stað sem við erum eiginlega raun og veru bara eins og gestir. Og eins og ég heyrði daginn, það var svolítið magnað, sko, að það voru 2 menn að tala saman og annars sagði hann, þú ert ekki með neina bækur, þú ert mikil bókamaður. Ég er bara svona að gista, ég er svona, þú veist, ég er bara ferðalangur, ok? Og þá kom það upp hjá hinum, já, þegar hinn kom inn heim til hans og horfði á híbýli hjá honum, það var bara eiginlega ekki neitt. Og hann segir, hvað er þetta eiginlega? Það er bara rúm og það er eiginlega ekki neitt hérna inni, sko. Já, ég er bara gestur hérna, ég er bara ferðalangur, ég er á leiðinni heiminn í dýrðina. Skiljiði? Og við erum alltaf að búa til eitthvað dót sem að kringum okkur sem að íþyngir okkur. Þannig að, þetta skiptir miklu máli. Postulinn baði þetta út yfir Efesusmönnum. Þetta eina af þessum postulabænum sem í gegnum Biblíuna. En ef við förum í fyrstu Mósebók og skoðum Abraham, bara byrjum hann í 17, til að fara í 17. Kaflan og fyrsta vers, eða flettið þar. En Abraham, ég byrjar í 12. kafla, þá tala Guð til hans og gefur honum blessun. Hann blessaði hann og hann gaf honum fyrirheit. Og hann sagði, ég mun gefa þig son og ég mun margfalda þig. Og svo framvegis. Og Abraham, hann trúði Guði og það var honum reiknað til réttlætis. Og hann tók sig upp úr landi, í Kaldealandi, sem var það sem Írak í dag cirka, og úr í Kaldu, og hann fór bara alla leið til Ísraels eða fyrirheitna landsins. Að því Guð kallaði hann og hann vissi ekki hvað hann var að fara út í. Hann fór úr örginu og bara í óvissuna. Og hann treysti Guði. En ef við lesum þarna í 17. kaflanum, og hann var búinn að heyra frá Guði þarna í köflunum á undan, og hann var búinn að fá fyrirheiti soninn, og hann var 75 ára þegar þetta kemur upp. Hann er 86 ára þegar hann eignast Ísmael og hann reyndi sjálfur í eigin mætti og Sara. Þú veist, átti hann Ísmael með Hagar.
Og svo liðu 13 ár og þá er hann hérna 99 ára gamall, segir hérna, þegar Abraham var 99 ára gamall birtist Guð drottinn honum og sagði við hann, ég er almáttugur Guð, gakk fyrir mínu augliti og ver heill. Ég mun setja sáttmála milli mín og þín og margfalda þig mikillega. Og þá féll Abraham fram á ásjónu sína og Guð sagði við hann, þessi er sáttmáli minn við þig. Þú munt verða ættfaðir margra þjóða. Eigi skalt þú lengur nefnast Abraham, heldur skalt þú Abraham heita, því ég gerði þig að ættföður fjölda þjóða. Og þarna er í raun og veru búið að taka lífið frá Söru og Abraham. Mannlega séð var það ekki von lengur að geta eignast son, en Guð var á öðru máli. Og þarna er hann 99 ára, það birtist Guð honum. Og árið seinna er hann komið með fyrirheitna soninn Ísak. Út frá honum kemur Jakob og svo ættkvíslirnar 12 og svo Ísraelsþjóðin og fyrirheitin og svo framvegis. Þannig að áminningurinn við að sjá drottinn, hann fekk nýtt nafn og nýtt eðli, tók eftir því. Og Abraham var Abraham. Og úr nafni drottins kom eitt H. Drottinn er með nafni Jehóva, Júd, Hei, Va, Hei. Og hann tók bara eitt H-ið og setti í Abraham. Og þetta er svolítið tákrænt. Og það sem að gerist þegar við fórum að sjá Guð, við fórum að þekkja hann svona eins og Abraham, eðlið breytist. Vegna þess að nafn er eðli, það er vald og það er kraftur, en hann bara breytist frá þessari stundu. Amen. Og Guð gerði sáttmála við hann. Halleluja. Og síðan sjáum við í 1. Mósebók, í kafla 32, vers 24, eða flettið þangað. 1. Mósebók 32, vers 24. Það er Jakob, sagan í Jakob. Jakob var sonur Ísaks. Og Jakob var ekki frumburðurinn, hann var númer 2, hann var tvíburi. Og Esau var á undan, en hann greip í hælinn á honum, þetta er Magnús saga. Og síðan hérna seldi Esau baunaréttin, eða sem sagt frumburðaréttin fyrir baunarétt. Og það gerði hann svona með ákveðnum klækjum, hann Jakob, að freista hans. Og svo fekk hann blessunina líka, Jakob, frá föður sínum með klækjum. Og svo þurfti hann að flýja. Og hann fer til frænda síns, Laban, og hann er þar í 20 ár. 7 ár að vinna fyrir Leu, 7 ár fyrir Rakel og 6 ár að vinna fyrir bústofnum. 20 ár. Og í þessi 6 ár meðan var að segja, ok, ég fæ öll depplóttu lömbin. Hann breytti kaupin í 10 sinnum, hann Laban. 10 sinnum. En Jakob kunni ákveðið triks þegar ærnar kom að drekka og þær fengu, sem sagt, þá sett hann tré fyrir framan þær sem hann búinn að búa til, annarkvort voru það flekkótt eða drílótt eða rílótt eða hvernig sem að lömbin átti að vera sem að kaupið hans var. Og þá urðu það, sem sagt, meira af slíkum lömbum. Og ef það voru vænar þá sett hann þetta, en ef það voru rýrar þá sett hann þetta ekki. Það var Laban mátti fá það. Svo hann var með businessvit, sko. Og svo enda með því að þeir urðu alveg brjálaðir. Laban var brjálaður og líka synir hans, vegna þess að það búið að ræna pappa, sko. Þú veist. Þetta var bara vit sem Guð gaf honum. Svo hann enda með því að hann er að koma tilbaka. Og þá er annað sem mætir honum, það er Esau, bróðir hans, sem er brjálaður út í hann, það sem hann gerði fyrir 20 árum. Og hann er hálf hræddur bara. Og hann er bara skelkaður. Og lesum hérna, 1. Mósebók 32-24. Jakob var síðan einn eftir og maður nokkuð glímdi við hann dagur hann. Þegar honum var ljóst að hann gæti ekki sigrað Jakob sló hann á mjöðum hans,
Svo hann gekk úr körlunum þeir glímdu. Slepptu mig, sagði maðurinn, því dagur rennur. Ég sleppir ekki nema þú blessi mig, svaraði Jakob. Hvað heitir þú? Spurði maðurinn. Jakob, svaraði hann. Þá mælti hann, ekki skaltu lengur heita Jakob, heldur Ísrael, því að þú hefur glímtu Guð og menn og fengið sigur, unni sigur. Og Jakob sagði við hann, segðu mér nafn þitt, og hann svaraði, þess vegna spyrðu mér nafns, og hann blessaði hann þar, og Jakob nefndi staðinn Píniel. Því að ég hef, sagði hann, séð Guð augliti til auglitis og þó haldi lífi. Og þegar hann fór frá Píniel, rann sólin upp og hann gekk þá haltur vegna mjaðmarinnar. Sjáu þið hvað þetta er magnað. Eftir hann hafi glímt hann af Guð, þá bara breytti hann nafnas. Hann var ekki lengur Jakob, þetta holdlega nafn fór og það kom andlegt nafn sem var Ísrael eða prins Guðs. Og hann var haltur upp frá þessu. Og þetta er svona andleg mynd, hann gekk öðruvísi. Hann bara var alveg breyttur eftir þetta. Og það sem hann gerist sem sagt neðar í kaflanum, hann hittir Esau. Og þeir tókust í faðma og þeir grétu saman. Það var algjör endurreisn og sáttagjörð. Pælið í þessu. Þetta er svo magna hvernig Guð mætir. Halleluja. Það verður ekki bara það að hann fekk nýtt eðli og Guð blessa hann og hann gekk öðruvísi, heldur það var fullkomin sáttagjörð og það var fullkomin friður við Guð og menn. Amen. Ok, hér einna viðbót að Móse í annarri Mósebók 33, 12. versi, eða flettið þangað, önnur Mósebók 33, 12. Og þá það Móses sem að fer til fundar við Guð á Sínaí fjalli og hann sem sagt vildi sjá Guð. Og hann fer hann upp á fjallið og hann í 40 daga og hann fær lögmálið, hann fær tjaldbúðina og hann fær sem sagt fyrirheitið löghátíðarnar 7 og hvíldardaginn sem náttúrulega mannsins vegna, ekki vegna þess að þetta sé ykkur reglugerð út af Guð vilji hafa þetta svona. Og hann sem sagt þarna upp á fjalli og þá hann að tala við Guð, hann að tala um að Guð leiði fólkið inn í fyrir landið. Halleluja. Og hann segir við hann, sko, ef þú ferð ekki með okkur, þá viljum við ekki fara. Við viljum bara vera þarna. Og Drottinn svarar hann í 14. versi, ef við bara lesum það. Augliti mitt mun fara með þér og ég mun veita þér hvíld. Amen. Og síðan í 18. versi þá segir Móse við hann, sýndu mér dýrð þína. Og sýndu mér dýrð þína, leiðu mér að sjá þig. Og hugsa ykkur hvað þetta er djarft. Og við þurfum að vera svona. Hver var Móse? Hann bara maður eins og ég og þú. Hann var morðingi. Hann var ekki, þú veist, heilagur kall, skilur við. Fattiði mig. Þetta er bara alveg eins og Jakob og Abraham. Þið haldið kannski að þeir hafa verið svo frábærir. Þegar þeir fóru þú veist, að pressaði að þeim eitthvað, það bara löguðu þeir. Í alvöru, skilur við. Þannig það er von fyrir því í dag. Nei, ég bara, þú veist, ég verð að segja þetta vegna þess að við hugsum allt, hann er svo góður. En ég, skilur. Nei, það er von. Og bara alltaf í blóði Jesú Kristi er von. Þannig að þetta er fyrir okkur. Ég vil sjá þig, Drottinn. Wow, sjæja! Halleluja. Húriba, ég misti aðeins stjórna mig, fyrirgefðu. Ég var bara svo... Halleluja. Hann þráði að sjá dýrðina. Og hann fær að sjá bara stórkostlega sýn. Og hann kemur niður af fjallinu, ekki bara með steintöflurnar og lögmálið. Hann ljómaði af honum. Hann lýsti af honum. Menn bara, vá, við getum ekki hort á þetta, skilur við. Tísi Guði. Þannig að þegar
Móses sá drottinn, þá kallaði drottinn nafn sitt yfir hann. Og hann gerði landsáttmála við Ísrael. Hann fekk stóran sáttmála. Og með augliti drottins þá kemur hvíld. Það kemur hvíld frá sjálfum okkur. Bara dauðu og holdinu, skilur við. Og Guð gaf þeim hvíldardaginn. Halleluja. Og svo gaf hann þeim tjaldbúðina sem var fyrirmynd af Jesú Kristi og raun og veru bara samfunna staðu til að eiga samfélag við Guð. Og Guð skyldi tala. Ef þið skiljið ekkert í tjaldbúðinni þá bara að hugsa þetta var bara til að Guð geti tala við þá og þið geti átt samfélag. En þetta allt mynd af Jesú Kristi. Og svo gaf hann honum blessunarorðin. Og þetta orð sem við kannski förum oft með og við bara, já, hvað þetta eiginlega? Drottinn blessi þig, skiljið, og varviti. Drottinn láti sín ásjónu lýsi yfir þig. Drottinn upplifti sínu augliti yfir því og gefi þér sinn frið. Skiljið þið? Og hann sagði við Móse og Arons, þannig skuluð þið leggja nafn Drottins yfir Ísraelsmenn. Nafn eðli. Við viljum fá eðli Guðs á okkur. Og eins og okkar eðli skítut og óhreint. Og ef við höldum okkur við það, þá mistökust við. Ok, þannig að blessunarorðin eru mikilvæg. Nú skil ég kannski betur út af hverju þau eru svona skrítin. Og við, þetta er svo skrítin orð. Amen. Svo er það Jesaja. Það er í Jesaja 6. Förum þangað. Þegar, hinn náttúrulegi konungur, Júdakonungur, sem var Úsía, dó, magnaði konungur, skilur við. En þegar holdið deyr, þá birtist drottinn. Þannig að við þurfum að leggja niður þetta, ég hef skoðun. Mér finnst að Guð sé svona. Hvað hefur oft heyrt þetta að vera að tala við fólk? Ég er bara að trúa að Guð sé svona. Ok. Það stendur hvergi í orði Guðs. Biblían, þessar 66 bækur sem Guð gaf okkur fyrir innblástur heilans anda. Þú veist, það stendur hvergi og það er ákveðin skilgreining á Guði, hvernig hann er. Hann er beyjum okkur bara undir það. Halleluja. Þannig að við þurfum að deyja okkar gamla manni til að sjá hann. Og það segir hérna í Jesaja 6. Á dánarári Úsía konungs. Og þá koma serafarnir og þeir rópa heilagur, heilagur, heilagur. Þetta er drottinn allsherjar, öll jörðin er full af hans dýrð. Og þá er það sem að, þegar að Jesaja fær að sjá þetta, hann segir, vei mér, það er út mig því ég er maður með óhreinna varir. Og ég bý meðal fólks með óhreinna varir, en samt af augum ég séð drottinn. Augum minn hafa séð konunginn drottinn allsherjar. Og síðan kemur drottinn með lausnina, hann segir englinum að koma með eld af altarinu og snerta varir hans til að hreinsa hann. Og þá er hann bara, þú veist, ég skal bara fara. Þú veist, þegar Guð segir, hvernig á ég að senda? Ég vil senda ykkur meðal fólksins. Og þá segir hann bara, hér ég sendi mig. Og þegar Jesaja sá Guð, sá hann ástand sitt. Hann sá að hann var syndugur maður og hann iðraðist. Amen. Og Guð kom náttúrulega með hreinsandi eld af altarinu. Og þá fekk hann löngun til að gera vilja Guðs. Halleluja. Og var tilbúin til þess að vera sendur af Guði. Þannig að það er svo margt sem þetta gefur okkur. Þannig að þetta er mikilvægt að sjá Guð. Það er miklu meira en bara svona smá gæsahúð á sunnudögum. Það er miklu meira heldur en að Guð tali bara einstaka sinni við okkur. Já, ég ætla að gera þetta í lífiðinu og eitthvað svona. Það sem að ég er að tala er að fá að sjá hann og fá að þekkja hann. Fá að umbreytast frá dýr til dýrðar. Eitthvað sem skiptir máli. Að við verðum ekki bara hljómandi málmur og hvellandi bjalla, skilur við. Heldur að við séum með vægi. Að við séum lifandi. Börn Guðs. Amen. Þannig að
þá ætla ég að svara hinni spurningunni. Ella verður hrifin af því. Hvað opnar augu okkar til að sjá Jesú? Hvernig sjáum við Jesú? Ok, ég veit ekki hvort að allir verði ánægðir með það sem ég kem með, en þetta er bara sannleikurinn, sko. Jóel 2. Jóel, hann er einn af litlu spámennunum, en hann er stór. Vegna þess að þessi litla bók, 3 kaflar, hún er yfirlit yfir endatímana. Og hún er svo magnað yfirlit, hún er svo opinberunarbók endatímana bara í Gamla testamentinu. Ok. Það er eitthvað að gerast hérna í dag. Nú finn ég eitthvað, sko. Rabahaya. Svakalega þetta magnað. Það kemur gleði alltaf með nærveru Guðs. Halleluja. Fyrsta atriðið sem er mikilvægt, það er iðrun og fasta. Það er að snúa sig við. Og þarna í Jóel, þá er dagur drottins í nánd. Og það er að segja að drottin, hann er að opinberast þjóðunum og menn munu fá að sjá hann. Það er endatímarnir. Og við erum oft svona, já, þetta er eitthvað starri. Þú veist, framtíðinni, skilur. En ég er að tala í dag, það sem ég er að tala er í dag. En þetta er líka spámalegt, Jóel, ok. Og það rís þarna blíður sem er svo magnaður og ég trúi því að hann sé þegar að rísa upp á fæturnar. Þetta er blíður Guðs sem er óbilgjarn, skilur, hann er með enga málaminn. Hann er alveg bara svona, hættu þessu rugli, Guð er svona, orguðs er svona. Burt með synd, skilur, það fer engin frið fyrir þessu liði. Og þeir eru eins og riddarar á hestum og þeir fara hratt yfir og það stoppar þá ekkert. Það er eldur fyrir framan og aftan á, skilur, vegna þess að þeir eru fullir af eldi Guðs. En samt er ekkert að riðlast á annars braut. Þeir eru bara á sinni braut. Og þetta minnir mig svolítið á það, þið dreymdi draum það að ég og Ella við vorum að fara til Kaupmannahafnar. Og mér dreymdi að við vorum að fara með lest. Og við vorum að leita að lestastöðinni sem að væri fyrir að fara á þennan áfangastað. Svo leituðum við og svo enda með því að ég fann lestastöðina og þá bíðum við þar. Við vorum bara með 2 töskur og í töskunum var fullt af svona kennsluefni og sáragrísjur og umbúðir og svoleiðis og svo 1 seðill til að velja, eins og kosningaseðill. Og við verðum að velja á milli 2 hluta. Ætlum við að velja Guð eða ætlum við að velja holdið? Ætlum við að velja Guðsvilja eða holdsvilja? Skiljiði? Og það þurftum við að gera og setja seðilinn í box. Og svo biðum við þarna og ég hugsaði, ok, það var enginn þarna. Við vorum bara þarna. Og svo kemur lestin. Lestin var splunkun í, hún var hraðskreið, hún hafði aldrei verið notuð áður og ég sagði, þetta er dýrða lestin að fara með okkur til Kaupmannahafnar. Og þegar dyrnar opnast og við löpum inn, þá kemur fólk úr öllum áttum og lestin fylltist. En samt var ekki tróðningur og mér datt þetta í hug út af því ég var að lesa þarna að þið riðlast ekki á annars braut. Það var ekki tróðningur, það var bara þægilegt, lestin var full, okkur leið vel, dyrnar lokuðust, við vorum að fara til Kaupmannahafnar. Það sem ég er að tala við þurfum að kaupa þetta. Þú farið frelsi gefins, en þú ætlar að sjá Guð, þá þarf að kaupa. Þú ert að eiga viðskipti við Guð. Þú ert að eiga samskipti við Guð. Heyrið það sem ég er að segja. Þetta er spennandi. Vegna þess að Guð er ekki hann prettið í viðskiptum, hann er meiri en sanngjarn. Það kemur bara yfir flæðið þú, vá, hvað þetta er mikið. Vitið að þegar maður á samfélag við Guð, þá ef maður að vonast eftir ykkurju, svo kemur það alltaf meira. Maður alveg, ég vissi ekki það svona mikið. Skiljiði.
Þetta er svo spennandi. Halleluja. Og hann segir inn í öðrum kaflunum, 12. vers, en jafnvel nú segir Drottinn skuli þið snúa yður til mín af öllu hjarta. Og að snúa sér, það er fyrsti kærleikin. Upphafspunktur. Snúið ykkur. Fyrir af leið. Þú veist, af öllu hjarta. Elska Guð með öllu hjarta, huga og mætt og sálu. Og síðan með föstu. Það er svo erfitt. Og með gráti og með harma kveini. Vita, fastan, hún er svo leysandi, hún er svo mögnuð, hún kæfir niður holdið og hún opnar fyrir andan og við tengjumst Guði. Og hann segir áfram, rífi hjörtu þar fremur en klæði þar og snúiðu til Drottins Guðs þar. Og í 15. versi, þeiti hornið á Síón boðið helga föstu, efni til helgra samkundu. Þess vegna skiptir svo miklu máli að hafa svona stóra samkomu líka. Kalli fólki saman, helgi söfnuðin, safni saman öldungunum, safni saman börnunum, jafnvel þeim sem eru enn á brjósti. Brúðguminn komi út úr herbyggi sínu og brúðurinn undan tjaldheimili sínu. Brúðurinn, hún elskar að fasta eftir brúðguminn. Ég er ekki að tala að fasta fyrir þjónustunni eða fyrir að þetta gerist eða þetta. Aðalfastan, það eru marga tegundir af föstum, en aðalfastan er að ég þrá að sjá brúðguminn. Og þegar Jesú var hér á jörðu með lærisveinana, þá komu færisveinarnir og sögðu, af hverju eru þínir lærisveinar ekki að fasta eins og við tvisvar í viku? Og þá sagði hann, þegar þeir munu gera það, þegar að brúðguminn verður farinn, þá munu þeir þrá hann. Það er svona fasta sem að við þráum brúðguminn. Veistu það, þetta er svo magnað. Fastan er eins og að gera val, eins og nýtt val, eins og farin inn nýjar vít, nýjar dyr. Amen. Og það er náttúrulega aðskilnaður við holdið og við heiminn og við djöfulinn. Og það gefur okkur þessa sérstöku náð að stíga inn í nærveru Guðs. Amen. Iðrun og fasta eru bara óaðskiljanleg. Þetta skiptir miklu máli. Ok, þannig að næsta atriði. Þau eru alveg, tár? Já, tár eru mikilvæg. Vegna þess að þá er ég að tala um þakklætistár eða iðrunatár eða bænatár. Og vitið að Guð með flösku, hann safnar tárunum. Hann er með bók, hann skrifar allt niður. Og ég sagði, hvernig hefur hann tíma fyrir þetta? Nei, þú veist, Guð sko. Leifum honum bara að vera þar. En í náttúrulega, hvað eru tárin? Þau gegna ákveðnu hlutverki. Já, andlega að gera þetta. Þau hreinsa augu okkar. Ryk, óhreinindi. Tárin eru bakteríudrepandi. Þau drepa bakteríur. Og þau eru líka að draga úr sársauka og þau gefa léttari lund vegna þess að þau leysa fram oxytocin og endorfín. Og þau draga úr stressi. Þau hjálpa okkur að sofa betur. Þau smyrja augun og þau bæta sjónin að gefa okkur betri fókus. Þetta er bara náttúrulega. Ok, svo segir Åpenbararbókin 3. kafli 18. vers. Fyrir þangað, Laódíkeu söfnuðurinn, sem að segir ég og allt, bara þarf ekkert meira. Og þú segir, ég er ekki svoleiðis. En hvar er löngun þín? Það er það sem ég er að meina. Hvar er þráðin? Langar í meira? Það er meira. Og ef þú hefur ekki löngun, hefur ekki þrá, bara byrjaði að fasta smá saman. Og biddu Guð að gefa það meira. Meiri dýpt í þetta. Og svo kemur hann og segir í Åpenbararbókin 3:18. Ég ræð þér að þú kaupir af mig gull. Ok, við þurfum að eiga viðskipti við Guð. Skýrt í eldi til þess að þú verður auðugur. Og hvítklæði til þess að þú getur hulið skammalega nekt þína. Og kauptu líka smyrsl á augu þín til þess að þú getur séð.
Hugsið ykkur hvað þetta er mikilvægt. Þetta er svo magnað. Og stundum, þegar koma svona kaplar, og oft eru svona kaplar í lífum, það er bara erfitt að gráta. Eða, þú veist, maður er svo eitthvað harður, skilur. Maður er eitthvað svo, ekki nú auðmjúkur. Veitu hvað ég geri? Drottinn fyrirgefðu mér, gefðu mér tárin, gefðu mér auðmýkt, gefðu mér náð til þess að gráta. Og þá byrjaði að flæða. Vegna þess að ég þekki hennar leyndardóm. Ég þekki hennar leyndardóm að þetta gefur mér betri sýn á hann. Ég þekki hann betur. Og ég veist að ég er að tala yfir hóp í dag sem á að fá þetta orð. Þið eru fólki sem að þarf á þessu að halda. Það er eitthvað sérstætt að fara að gerast inn í dag og er að gerast. Veitu, ég er búin að glemta að taka tíman. Ég bara, má ekki alveg missa mig þetta. Ha? Nei, ok. En allavega, ég get ekki sleppt í annað en að minnast á Maríu. María Magdalena, hún stóð við gröfina og hún grét. Og þá kemur Jesús í Jóhannesar Guðspjalli 20. kafla og hún sem sagt að því tárin eru tengd upplýsukraftinum. Að það sé að kalla fram upplýsukraft. Við þurfum að fá einn krossfesta og dauðan í líf okkar andlega talað, en við þurfum líka að fá upplýsukraftin. Ok? Og þá segir Jesú við hana, kona, hví grætur þú? Og hún sér ekki, augun eru ennþá blind. Og þegar hann segir við hana loksins María, og þá þekkir hún hann. Og það, þú veist, pælið í þessu. Hún var fyrsta sem fekk að sjá hann. Halleluja. Að þetta skiptir svo miklu máli og svo fer hún tilbaka og boðar læri svona, ég sé Drottinn. Halleluja, þetta er svo mikilvægt að fá að sjá hann. Og í upprisunni, það var ekki bara hún og ekki bara lærisveinarnir sem fengu að sjá hann, það voru 500 lærisveinar sem hann átti, sem fengu að sjá hann upprisun. Og þess vegna var það þessir aðilar sem fengu að sjá hann, þeir voru með svo sterkan vitnisburð að þeir voru tilbúinir til að gefa líf sitt fyrir þessa sögu sem þeir sögðum út frá fagnaðarerindinu. Þannig að þetta var ekki bara eitthvað ævintýri, eitthvað sem þeir voru búið til. Þeir voru tilbúin að gefa líf sitt. Halleluja. Þriðja atriðið er Mattheus 5:8. Sælir eru hjartarinni því að þeir munu Guð sjá. Og Hebreabréf 12:14. Stundi frið við alla menn og heilagt líferni því að án þess fær enginn liti Drottinn. Friður og heilagliki eiga frið við menn. Þannig að ef að við okkur, þú veist, það kemur alltaf eitthvað upp, við erum bara fólk, kemur eitthvað upp í lífinu og við, bara þetta, ok, við erum ekki geta fyrirgefið það sem við komum til gerði. Þá er bara einföld leið að bara biðja okkur að hjálpa sér að fyrirgefa. Halleluja, því við þurfum að eiga frið við alla menn og heilagt líferni. Ok, akkur er helgun svona mikilvæg, hvernig getur hann sagt þetta, að vera heilagur? Eins og það hefur oft verið sagt við mann, þú ert nú bara svo heilagur, að því þú vilt lifa ákveðnu líferni. Skilurðu? Sko heilagliki, hvað er það? Það er að þóknast Guði. Það er ekki að vera fullkominn, heldur ef þú smígstígur þig, þá notar við blóðið til þess að stíga upp aftur. Þú fær fyrirgefningu syndana gegnum blóðið Jesú Krist. En þú vilt gera vilja Guðs og þú veist, er stöðugt að reyna bara, ég ætla að gera vilja Guðs. Og hvað segir Guð? Þá fer ég eftir því. Fattiði mig? Það er það sem skiptir máli. Og eins og hann segir svo ofta, það er ekki hægt að blanda saman heiminum og Guðsríkinu. Það er ekki hægt að vera með, þú veist, aðra löppin í heiminum og hina í Guðsríkinu. Hvernig verðum við þá? Hvernig verður þjónust okkar? Hvernig verðum við, ef við erum, sama hvað við erum að gera, hvort við erum að predika, hvort við erum að leiða lofgjörð. Við erum eins og við séum að gefa fólki gruggugt vatn, ef við erum á báðum stöðum.
Við verðum gruggug. Við verðum menguð. Hafið drukkið hérna jökulvatn. Það fínt, sko. Nema að það alveg svakalega gruggugt og þú finnur svona lengi upp í munninu svona steinana. Þessar fínu kornóttu steina. Ég prófaði ýmislegt. Ég meira þess að borða engisprettur. Jú, alveg frábærar. Mjög gómsætt að nema fæturnir eru ekki spennandi. Í alvöru tala. En ókei, sló ég ykkur út úr andanum með þessu. Þannig að helgun bara hugsaðu þetta, að gera vilja Guðs, að reyna bara, ég ætla að hlýða Guð. Orðið segir þetta, Guð talaði þetta, ég ætla bara að hlýða því. Ef þú mistjúgur því svo við gerum öll, blóð Jesú Krist, það reisir þið upp aftur. Fyrirgefning er stöðu. Þannig að, en ef við ætlum að segja, ég vil hafa þetta svona og við ætlum að rökræða við Guð og svo framvegis að mína skoðun og þá segir bara, getur þú dregið Guð fyrir dómstóla og unnið? Hvar varst þú þegar hann skapaði himinn og jörð og sólið og tunglunar? Þú veist, tunglið. Hvar varstu? Og þekkir alla hluti. Við lifum í sólkerfi og maðurinn búinn að vera yfir 40 ár að fara frá jörðinni til endamarka sólkerfisins. 40 ár. Og á ljóshraða þá er það 17 klukkutímar, skilurðu? Og næsta stjarna er 4 ár í ljósárum, skilurðu? Og svo er það milljónir vetrarbrauta og alheimurinn er svo stór að við getum ekki séð. Og samt viljum við segja Guði hvernig hlutirnir eru. Þetta er svolítið mikil speki. Ok, þannig að við erum bara heilög. Drottinn, þú ert skapari minn. Halleluja. 4. atriðið. Brauðsbrotningin, af hverju er hún svona mikilvæg? Í frumkirkjunni, þá studdust við orð Guðs, þeir studdust við samfélagið, við brauðsbrotninguna og bænina. Þetta var svona aðalatrið og svo það sem að kveikti eld í þessu var heilagur andi. Ok, þeir voru alltaf með brauðsbrotningu. Og af hverju var það svona mikilvægt? Er þetta minningarhátíð? Já. Þetta er minning það að hann dó, hann reisur frá dauðum og hann kemur tilbaka. Hann sagði, gerið þetta bara oft sem oftast. Þangað til ég kem tilbaka. Þetta er sáttmáli og brauð lífsins gefur okkur heilt líf, segir hann, og blóð Krists, þar hreinsar okkur og helgar okkur. Og þetta er svona athöfn sem að maðurinn getur svolítið tengt sig við. Ég tek hérna brauð og ég tek hérna vín eða djús og þetta er blóð Krists og þetta er líkami Krists. Og ég tek þetta og ég borða þetta og þetta verður hluta mér. Og þetta gefur mér styrk og þetta er eins og að taka á móti eðli Guðs. Taka á móti eðli Guðs. Sjáu þessa mynd. Ok. Lúkas 24. Það sýnir ykkur alveg hérna magnað í Lúkas 24 þegar að Jesú er búinn að deyja á krossinum og hann er risunum frá dauðum og menn eru ekki alveg búinn að kveikja á þessu. Þá segir hérna í versi 30 og svo bar við hann sat til borðs með þeim að hann tók brauðið, þakkaði Guði, braut það og fékk þeim. Þetta eru lærisveinarnir sem fóru frá Jerúsalem til Emmaus og Jesú stóðst í för með þeim og segir við og akkur er svona dabrir. Hefur þú ekki heyrt það? Það gerðist bara hérna, Jesú, hann var bara tekinn að lífi á krossi og nú eru 3 dagar liðnir síðan það gerðist og þú veist, og við heldum að hann myndi bara reisa upp Ísrael og gerast mikill konungur og þú veist, þetta var hugmyndi sem margir að þeim höfðu, sko, að þeim myndi bjargast undan Rómverjum, en hann fór að útlista ritningarnar og löbbuðu þarna í 2 klukkutíma cirka til Emmaus og þegar komu þangað þá lét hann eins og hann ætlaði bara áfram. En þeir sagði, hvað vertu hjá okkur? Þeim leið svo vel að hann var að tala við hann. Og þá gerir hann þetta. Hann braut brauðið, þakkaði Guði og hann fékk þeim brauðið. Þá opnuðust augu þeirra og þeir þekktu hann. Amen. Þá opnuðust augu þeirra og þeir þekktu hann. En hann hvarf þeim sjónum.
Og þeir sögðu hver við annan, brann ekki hjartað í okkur meðan hann talaði við okkur á veginum og lauk upp fyrir okkur ritningunum. Það sem ég að segja við ykkur, brauðsbrotningin, þó þú skiljir hann ekki að fullu, bara go for it. Notum bara, þú veist, sko áður en ég fór að hugleiða þetta orð, þá vorum við Ella, ég myndi að fara, þá var það Ella mín sem kom með þessa hugmynd. Tökum bara brauðsbrotning á hverju kvöldi. Já. Og við svona nokkurn veginn verið bara með nánast hvern dag, það ekki alveg lögmál, skilurðu, en það er bara mjög oft sem við erum með brauðsbrotningu. Og ef það kemur ykkur heim, þá brjótum við brauðið með þeim og förum með ritningavess og byggjum og tölum þetta út. Þannig að svo sé ég þetta, því að Guð gefur mér þetta orð fyrir ykkur, þá sé ég þetta og ég var alveg, ég var alveg svona, sko. Þannig að þetta er svona lykil. Og þú veist, og núna er ég bara að sjá alltaf meira og meira með brauðsbrotningu. Amen. Það síðasta sem ég ætla að gefa ykkur, þetta er ekki takmarkað, það er þetta að fara endalaust í þetta. En síðasta sem ég gefa ykkur er bæn í andanum. Bæn í heilugum anda er mikilvæg. Tala tungum, það er bæn í heilugum anda. Halleluja. Og að biðja út ritninguna, það er bæn í heilugum anda. Það er sem sagt að biðja út vilja Guðs. Halleluja. Það er ekki bænalistinn sem að við, þú veist, biðja fyrir mömmu og pappa og Gunnu frænku og þú veist, allt þetta sem er bara allt í lagi, en það er ekki málið. Heldur bæn í heilugum anda. Og Jóhannes, postuli kærleikans, sem var orðinn mjög gamall þegar hann var í útlegð og inn í Patmos og hann skrifar Opinberunarbókina. Í fyrsta kaflanum í 10. versi, þá segir hann þetta, ég var hrifinn í anda á drottins degi. Hann var sem sagt að biðja og hann fór í andan. Og hann heyrði að baki sér rausmikla, sem lúðurgilli og er sagði, rita þú í bók það sem þú sérð og send það söfnuðunum 7 í Efesus, Smyrnu, Pergamos, Þýatírus, Sardis, Fíladelfíu og Laodíkeu. Og ég sneri mig við til þess að sjá hvers raust það væri sem við mig talaði. Við þurfum að snúa okkur við. Og við þurfum að vera eins og Jóhannes, að vera í andanum að biðja. Halleluja. Og þegar að Guð gefur honum orð fyrir þessa 7 söfnuði og Guð tala til hans og hann segir hérna í 4. kaflanum eftir þetta þá sem sagt sá hann opna dyr á himnum og Guð talaði til hans sagði stíg upp hingað, komdu hingað upp, komdu herra og ég mun sýna þér það sem mun verða á eftir þetta. Og þá er það sem að Guð sýnir honum ótrúlega hluti, hann á bara erfitt með að skilja nákvæmlega hvað það er sem hann sér. En þegar við sjáum Guð, og þetta sem ég er búin að vera að fara hérna yfir í stuttum máli með ykkur, að fá að sjá Guð, það breytir svo miklu fyrir okkur. Og það sem við höfum kannski verið að böglast með lengi, á einni sekundu í svona stefnumóti við Guð, það bara er leyst. Það verður opinberað og það verður skilið af okkur og við fáum nýjan vilja. Ég vil segja ykkur það að þegar ég fekk að sjá drottinn, þá vitið á hvað stað ég var. Ég var bara að krjúpa við stólinn. Ég var í bæn, ég var grátandi og ég var að biðja og ég var þessi djúpa löngun, ég þráði samfélag, þráði snertingu Guðs, ég þráði að sjá hann. Og vitið, það var ekki vonbrigði. Svo kom þessi bænataug sem að ég fann. Ég fór bara eins og í aðra vídd. Ég hætti að heyra í fólkinu í kringum mig og ég hætti að sjá það sem var í kringum mig. Og ég tengdist bara inn í Guðsríkið og taug hjartans, þessi bænataug, hún tengdist við annað hjarta. Og þetta hjarta kom alltaf nær og nær, þangað til ég sá hann. Og hann tók svona utan um mig í lokin. Og vitið hvað gerðist eftir þetta? Ég var breyttur maður, þjónusta mín breyttist, ég var alveg breyttur. Þú veist, það var svo mikið umskipti að ég sagði, þetta er bara stefnumót. Og Guð tala mörgu sinni til mín
og það hefur verið frábært, en það hefur ekki breytt mér. Það hefur svona hjálpað mér að segja, ok, ég tek ákvörðun út frá þessu. Skiljiði mig. Þannig að þetta sem ég er að gefa ykkur í dag, og það er ekki þannig að ég sé hættur að biðja, ég vil fá að sjá þig, vegna þess að ég vil fá að þekkja hann betur. Það er akkurat svoleiðis. Og það er, og ef það er eitthvað, þá er það bara svona meiri löngun og meiri þrá. Ég þrá að þekkja þig betur, Drottinn. Ég þrá að sjá þig. Og það sem ég hef búin að vera að gefa hér í dag er líka fyrir ykkur. Þannig að þetta er það sem Guð gaf mér til ykkar og þess vegna trúi ég að það sé fyrir okkur að taka á móti því og vaxa í Guði og hrópa eftir honum. Amen. Eigum við að standa á fætur og ætlum að biðja saman, eigum við ekki bara hérna að ljúka útsendingu og fara í eitthvað annan fasa.